Komið þið sæl. Velkomin á vefstofu Erasmus Plus samstarfsverkefni. Ég heiti Margrét Jóhannsdóttir og ég er verkefnisstjóri í starfsmenntahluta Erasmus Plus áætlunarinnar hjá Rannís. Ég ætla að byrja á því að segja ykkur svolítið frá nýrri Erasmus Plus áætlun sem gildir núna næstu 7 árin. En er að ræða styrkjaáætlun Evrópusambandsins fyrir mennta- og æskulýðsmál og íþróttir. Við erum að byrja núna nýtt tímabil sem byggir á frábærum árangri fyrra tímabils og í þessari nýju áætlun að þá verður ennþá meira fjármagn heldur en í fyrri áætluninni. Það verður tvöfalt meira fjármagn, alls 26 milljarðar evra sem er tala sem við held við skiljum nú fæst. En þessi aukning á fjármagni, hún í raun og veru kannski bara ber vott það að það er mikil trú á þessari áætlun og þeim verkefnum sem er verið að vinna í áætluninni. En í þessari nýju áætlun þá er í rauninni engin bylting eða mjög stórar breytingar, auðvitað eru breytingar og það er svona jákvæð þróun frá fyrri áætlun myndi ég segja. Þegar þessari nýju áætlun þá erum við í rauninni bara að fá kannski aðeins fjölbreyttari tækifæri. Í þessari nýju áætlun að þá eru 3 meginþemu, 3 megin áhersluatriði sem að gilda og eru svona gegnumgangandi í allri áætluninni, í öllum verkefnaflokkum og öllum skólastigum og æskulýðsstarfi og það eru þessi atriði sem koma hér fram. Það er inngilding og fjölbreytileiki, menn vilja leggja áherslu á það að allir hafi jöfn tækifæri til þess að taka þátt í áætluninni. Síðan er núna mjög mikil og vaxandi áhersla á umhverfismál og við tölum grænt alþjóðastarf. Og þriðja áhersluatriðið er stafrænir starfshættir og færni á því sviði. Á þessu ári þá hefur Íslenska landsskrifstofan til ráðstöfunar 5,5 milljónum evra í samstarfsverkefnaflokkinn sem við erum að tala hér í dag. Já, hvað eru samstarfsverkefni? Í handbókinni heita þessi verkefnaflokkur, hann heitir Partnership for Cooperation og við sjáum hér erum við búin að setja fjölbreytni og það er kannski það sem við viljum leggja áherslu á. Verkefnin eru mjög fjölbreytt og það er ekki hægt bara í raun og veru að komast yfir að reyna nákvæmlega útskýra hvað þau gera. En það sem að skiptir mestu máli er þó að við erum að tala evrópskt og alþjóðlegt samstarf skóla, stofnana, æskulýðssamtaka, fyrirtækja og fleiri lögaðila sem miða að því að vinna saman, læra hvert af öðru, deila reynslu og þekkingu. Nú eða öðlast reynslu af alþjóðasamstarfi og auka gæði í menntun og æskulýðsstarfi. Í verkefnunum er mjög algengt og það er verið að þróa og prófa nýjungar, það er verið að yfirfæra þekkingu, deila niðurstöðu sem samnýtast og nýtast mörgum öðrum líka og fleira og svo framvegis getur maður í rauninni sagt. En kannski stærsta það sem þau öll sameiginlegt er að í þessum verkefnum þá eru fleiri aðilar frá löndum í Evrópu að vinna saman. Og þeir sem að taka þátt í verkefnunum geta verið mjög margir raunir í meginatriðið að það þurfa að vera lögaðilar sem að taka þátt. En mig langar að byrja á því að segja, að leggja áherslu á það hvað skiptir miklu máli að verkefnishópurinn sé góður. Og þeim að velja samstarfsaðila, að passa að velja góða samstarfsaðila. Það þarf að vera fjölbreyttur hópur á hverju verkefni og það þurfa að vera viðeigandi verkefnahópur. Allir þurfa að vera að leggja eitthvað að mörkum inn í verkefnið. Það er síðan verkefnisstjórinn sem sækir fyrir hönd samstarfshópsins og hann er ábyrgur fyrir verkefninu gagnvart landsskrifstofu. Þeir sem að geta sótt eru sem sagt lögaðilar, það eru skólar, stofnanir, félagasamtök, fyrirtæki í þátttöku og þau eru í þátttökulöndum Erasmus Plus. Þeir geta verið verkefnisstjórar fyrir verkefnin og þeir geta líka náttúrulega verið samstarfsaðilar. En aðilar frá öðrum löndum sem í Erasmus Plus handbókinni eru kallaðir partner countries, þeir geta líka tekið þátt en þeir þurfa þá að koma með sérstaklega mikilvæga þekkingu eða færni inn í verkefnið. Og aðilar frá öðrum löndum en Erasmus Plus þátttökulöndunum, þeir geta ekki verið verkefnisstjórar. Síðan þriðji hópurinn, það eru Associated Partners, heita þeir, en það eru aðilar sem að styðja við verkefnaframkvæmdina og kynningu, en þessir aðilar þeir fá ekki fjármagn.
Öll þau verkefni sem fá stuðning í gegnum Erasmus+, að þau eiga að styðja við stefnumótun og áherslu Evrópusambandsins og hverju ári þá eru ákveðin forgangsatriði fyrir hvert skólastig og æskulýðsstarf og allar umsóknir samstarfsverkefni þær verða að styðja við að minnsta kosti eitt sértækt forgangsatriði fyrir skólastigið eða æskulýðsstarfið sem umsóknin tekur til. Og þetta kallað Field Specific Priorities og eða eitt forgangsatriði sem fyrir áætlunin í heild sem eru Horizontal Priorities. Og það nauðsynlegt fyrir ykkur að fara mjög vel yfir forgangsatriðin fyrir skólastigið eða æskulýðsstarfið sem verkefnishugmyndin fjallar og vera vissum að verkefnið ykkar passi inn í þau forgangsatriði sem að gilda fyrir ykkar skólastig eða æskulýðsstarf, en forgangsatriði áætlunar í heild eru málaflokkar sem öll skólastig og æskulýðsstarf leggja áherslu á. Það þessi horizontal priorities og skoðið endilega þetta vel í Erasmus+ handbókinni og þið finnið þessi forgangsatriði í kaflanum Partnership for Cooperation. Og þegar maður að fara að skipuleggja svona verkefni þá gott að hafa í huga að þetta töluvert langt ferli og við skiptum þessu upp í þessi 4 liði sem við sjáum hér. Við tölum áætlunina fyrst, þar sem verið að skilgreina þarfir og markmið, niðurstöður og afurðir, leiðir við framkvæmd og gera tímarammaáætlun, gera tímaramma. Og undirbúningsstiginu þá erum við að skipuleggja viðburði og vinnu, gera verkáætlun, hugsa praktíska atriði og framkvæmd, skilgreina markhópa, útbúa samstarfssamning við samstarfsaðila og svo framvegis. Nú ef að verkefni fær stuðning þá kemur að framkvæmd þess og þá skiptir miklu máli að framkvæma verkefnið eins og því lýst í umsókninni og eftirfylgni afar mikilvæg. Við erum að tala mat á gæðum afurða og viðburða, áhrif og dreifingu niðurstaðna. Og þá ætla ég að láta þessu loki frá mér í dag og við tekur Hulda Hrafnkelsdóttir sem verkefnisstjóri í háskólahlutanum. Já, sæl. Ég ætla að fjalla flokkinn stærri samstarfsverkefni sem að kallast Cooperation Partnerships á ensku. En síðan verður seinna fjallað smærri samstarfsverkefnin. En stærri samstarfsverkefnin þau eru í boði á öllum skólastigum og í æskulýðsstarfi. Markmið þeirra eru fjórþætt. Þau eru að auka gæði í starfsemi þeirra sem koma að verkefninu og deila reynslu og nýjungum, að styrkja stofnanir og samtök sem vinna þvert á landamæri og tengja milli ólíkra skólastiga og faggreina, að mæta sameiginlegum þörfum og forgangsatriðum á sviði menntunar, þjálfunar og æskulýðsstarfs og að síðustu að stuðla framförum hjá einstaklingum, stofnunum eða innan einstakra geira sem leiða til umbóta og nýrra aðferða. Þessi stærri samstarfsverkefni þau geta verið 12 til 36 mánuðir og styrkupphæðirnar fyrir verkefnin eru 100 til 400.000 evrur. Fjármögnun verkefnanna byggð á einingaverði sem kallast unit costs á ensku og umsýsla og stjórnun, þetta einingaverð reiknast út frá ákveðnum fjármagnsliðum sem eru umsýsla og stjórnun, verkefna, niðurstöður, kynningaviðburðir, náms- og þjálfunarviðburðir, sérkostnaður vegna inngildandi aðgerða og sérstakur kostnaður vegna kaupa á vörum og þjónustu. Lágmarksfjöldi samstarfsaðila í stærri verkefnunum eru 3 aðilar frá 3 þátttökulöndum Erasmus+. Hér sjáum við betur hvernig stærri verkefnin eru fjármögnuð og í hvaða liði þetta skiptist. Í fyrsta lagi það verkefnisstjórnin og þar undir eru líka smærri náms- og þjálfunarviðburðir, rafræn kennsla, kynningarefni og smærri kynningarviðburðir
og hann reiknast þannig að verkefnisstjórinn fær 500 evrur á mánuði og samstarfsaðilar fá 250 evrur á mánuði. Síðan það verkefnisfundirnir eða Transnational Project Meetings og það miðað við fjarlægð milli upphafs- og fundarstaðar eða 575 til 760 evrur. Síðan það verkefnisniðurstöður sem í eldri áætlun voru kallaðar Intellectual Outputs. Þar það áþreifanlega niðurstöður eins og námskrá, námsefni, rafræn verkfæri, greiningar og svo framvegis. Og þar mikil áhersla á gæði, fjölbreytt notagildi og áhrif. Og fjármagnið fyrir verkefnisniðurstöður reiknað þannig að það styrkur fyrir laun og hann mishár eftir löndum og verkefnum. Síðan það kynningaviðburðir eða viðburðir sem tengjast kynningum á verkefninu og niðurstöðum þess. Þar það 100 evrur á innanlands þátttakanda en 200 evrur á erlendan þátttakanda. Stuðningur við inngildingu, þar það raunkostnaður 100%. Sérstakur kostnaður eða exceptional costs, þar það stuðningur vegna kaupa á vörum og þjónustu sem og vegna sérstaklega kostnaðarsamara ferðalaga og þar það greiddur 80% af raunkostnaði. Og að síðustu það náms- og þjálfunarviðburðir og þar greiddir ferða- og upphaldsstyrkir fyrir þátttakendur og eins og í verkefnisfundunum þá miðað við fjarlæg ferða og frá upphafsstað og móttökustað og upphaldsstyrk í móttökulandinu. Þegar umsóknir stærri samstarfsverkefni metnar, þá litið á þessi 4 atriði. Það þarfir sem verkefni kemur á mótsvið og tenging við stefnu með áherslur ESB, þar 30 punktar. Síðan gæði verkefnisins og framkvæmdar, 20 punktar. Gæði og samsetning samstarfshópsins og áætlun samvinnu, 20 punktar. Og síðustu áhrif sem gefa 30 punkta. Næstur og eftir mér það Jónsson Jóhannsson sem ætlar að fjalla smærri samstarfsverkefni. Já, komið sæl. Eins og sagt þá stærri, annars vegar stærri samstarfsverkefni og hins vegar smærri samstarfsverkefni sem ég ætla að fjalla aðeins núna. Þetta nýjung inn í verkefninu og hugsað þó ætlað að auðvelda og bæta aðgengi að áætluninni og þá bæði svona að í rauninni bæði að fá inn einhverja þá aðila sem að hafa nú kannski ekki tekið þátt í einhver tíma, jafnvel að fá inn nýliða, smærri aðila, stofnanir, fyrirtæki, skólar, þannig að þetta svona leið til þess að opna tækifærin aðeins betur, eða opna svona prógrammið, opna Erasmus áætlunina fyrir fleiri aðilum. Eins og í öðru sem núna þá mikil áhersla að það sé stuðningur við inngildingu og að fá inn fólk sem hefur færri tækifæri á einhvern hátt. Í þessu tilviki verið að horfa líka í það svona önnur nýjung, það það sem heitir aukin Evrópuvitund, auka vægi Evrópusamstarfs á landsvísu. Það sem sagt verið að opna svona augu fólks fyrir tækifærum sem eru í Evrópu. Allavega í bili í Evrópu, mögulega víðar í framtíðinni. Nú, þetta smærri og styttri verkefni heldur en þessi sem var verið að lýsa, þannig að hér tíminn alveg allt niður í 6 mánuði og upp í 24 mánuði. Og í staðinn fyrir að hér að hort sé á svona einingakostnað, þá beðið hér svona svokallað lump sum sem svona bara ein föst upphæð
og umsækjendur sem að sækja í smærri samstarfsverkefni þurfa að velja á milli þess að fá annaðhvort 30.000 evra verkefni eða 60.000 evra verkefni. Þegar búið að velja þá tölu að þá þarf síðan að búa til raunhæfa áætlun sem að fylgir þeim tölum og búa til viðburði sem að eru þá líka svona það þarf að áætla kostnaði í því, ég kem inn á það aðeins síðar, en það sem sagt stóra málið að hvort sem að valin 30.000 evru leiðin eða 60.000 evru leiðin að þá þarf hún að vera raunhæf og þarf að vera bara raunhæf og markviss. Hér lágmarksfjöldin, aftur aðeins tilbaka, hér lágmarksfjöldi þáttakanda 2 frá 2 löndum og sem sagt voru þarna 3 áðan. Mega náttúrulega vera fleiri að fer eftir hvernig verkefnið og það eins og bara svona eins og gefur að skilja að miða við hvernig markmiðin eru. Þetta getur alltaf verið misstórt, byggt upp á mismunandi hátt, þannig að það í rauninni bara myndi æra óstöðuna að ætla að fara að telja eitthvað upp hér. Þetta bara eins fjölbreytt og verkefni geta verið eins misjöfn og þau eru mörg. Skulum við fara hérna, umsóknin einfaldari heldur en í stærri verkefnum. Hér þarf meira svona að lýsa markmiðum. Það þarf svona að lýsa viðburðinum líka, segja hvað verið að fara að gera og það þurfa að liggja fyrir einhvers slags niðurstöður. Í stað þess að búa til svona mjög nákvæma áætlun og telja fjölda, það þarf að gera það upp að vissu marki, þá þarf bara í rauninu meira að lýsa þessu, það þarf að vera góð tenging á milli markmiða umfangs og niðurstaðna og í rauninni mikilvægast af öll að upplýsingarnar séu skýrar þannig að hægt sé að meta hvort að áætlunin sé raunhæf eða ekki. Og í því sambandi þarf að gera það sem ég var að nefna áðan, að það þarf að áætla kostnað á hverjum viðburði og þegar það búið að púsla saman nokkrum viðburðum að þá þarf í rauninni samanlögð tala úr þessum viðburðum að stemma við þessa tölu sem að beðið í byrjun. Það þarf sem sagt að biðja einhver ákveðna tölu og púslaði síðan saman þannig að þetta passi. Nú, þegar að þetta metið, þá sem sagt hver og ein umsókn, að þá horft í sömu atriði og í stærri verkefnunum, en það búið að færa vægið örlítið til, að breyta væginu örlítið. Þarfirnar það sama, það 30 punktar fyrir það, en hins vegar hærra gefið fyrir gæði verkefnis og framkvæmdar sem 30 punktar og þarna búið í rauninni að auka við 10 punkta eða má ég orða þannig að þessi búið að taka 10 punkta af áhrifum sem þarna neðst og setja það þarna yfir í gæði verkefnisins. Þannig að þetta svona aðeins öðruvísi fókus. Og svo gæði og samsetning samstarfshópinn, það 20 punktar líka. Þetta gerir samtals 100 punkta og það þarf að ná 60 til þess að ná máli og auk þess sem að má ekki fara undir 50% í hverjum lið fyrir sig. Nú, umsóknarfrestur núna 20. maí klukkan 10 fyrir hádegi að íslenskum tíma, þar sem að það klukkan 12 á hádegi í Brussel. Síðan annar umsóknarfrestur í byrjun nóvember fyrir smærri verkefnin. Þannig að þeir 2 sem sagt. Umsóknin aðeins send rafræn, það þarf að fara í gegnum bara rafræna Erasmus Plus kerfið og það síðan mismunandi hvers konar fylgigögn þurfa að fylgja. Það útskýrir sig nú yfirleitt sjálft og beðið þau í umsóknum og það þarf að muna eftir að senda þau inn. Ef einhverjar spurningar vakna, þá erum við starfsmenn landsskrifstofu boðin og búin öll til þess að svara þeim spurningum og reyna að veita eins miklar og góðar ráðleggingar og hægt Að öðru leyti bendum við auðvitað á vefsíðun okkar, erasmusplus.is, þar sem að finna ýmsar upplýsingar auk þess sem að hægt að fara inn á umsóknarvefinn þaðan. Og þar líka að finna biblíuna okkar í Erasmus Plus
handbókina eða program guide. Þar hægt að smella á að hlaðinni niður og þar má finna allar upplýsingar sem að nauðsynlegar eru fyrir þetta. Að öðru leyti þá lítið annað að segja núna heldur en gangi ykkur sem allra best, vonandi gagnast þessar upplýsingar ykkur að einhverju leyti en annars auðvitað að gera að hafa samband við Landsskrifstofu með nánari upplýsingar og vonandi munum við bara sjá sem flestar umsóknir frá ykkur núna þegar að kerfinu lokar. Takk fyrir okkur.